hátíð og til hamingju með daginn. Mér langar til að segja ykkur að þeir sem að standið ennþá hérna upp á, það eru laus sæti hérna niðri, það eru ekki koma niður. En þetta er virkilega skemmtilegur og ánægjulegur dagur og ég bara bið bæði nemendur, starfsfólk og aðra gesti velkomna á þessa afmælishátíð í tilefni af 40 ára afmæli skólans. Hér í dag fögnum við VFMA og því skólastarfi sem hér hefur farið fram í gegnum tíðina. En á sama tíma hugsum við til þeirra sem stofnuðu skólann og þeirra menntastofnana sem skólinn á sínum tíma er byggður upp af. En VFMA var á sínum tíma settur saman úr 3 skólum, framhaldsdeildinni við Gagnfræðaskólanum á Akureyri, Iðnskólanum á Akureyri og Hússtjórnarskólanum á Akureyri. Og þessi grunnur hefur alla tíð verið með traustur inn í þessum skóla, þótt að margt hafi líka alveg breyst í gegnum tíðina í skólastarfinu. Það hafa margir sett sín spor á starfi í VFMA, nemendur, starfsfólk, fyrirtæki á svæðinu og ýmsir einstaklingar sem gegnum tíðina hafa stutt við og haft hag námsins hér og skólans að leiðarljósi. Og ég vil bara nota tækifærið og þakka öllum fyrir þann híhug sem þessi skóli hefur alls staðar í samfélaginu. En ég ætlaði nú ekkert að tala neitt mjög lengi hérna í upphafi. Ég ætla hins vegar að kynna dagskrána og eftir ákveðna dagskrá sem fer hér fram þá bjóðum við upp á þessa dýrindis afmælisköku og kaffi og drykki. Síðan er fólki velkomið að labba bara hér húsið eins og einhver listir og skoða skólann og það sem er í gangi. Ég vil vekja athygli á því að inn á bókasafni er sýning á ýmsum gömlum tímaritum eða skólablöðum sem hafa verið gefið hér út í gegnum tíðina. Það er hægt að skoða kvikmyndir og myndbönd sem hafa orðið til hér í gegnum tíðina. Það er svona mest myndbönd sem eru svolítið gömul en skemmtileg og sýnir ákveðin metnað sem var sérstaklega í ákveðnum hópi nemenda hérna á sínum tíma sem voru í kvikmyndaklúbb sem var kallað Filmon. Gerði meðal annars hérna Skotið í skónum og fleiri góða myndir. Síðan eru myndir hérna á skjám hérna í gryfjunni, svona ýmislegt úr starfi skólans og það eru flestar myndirnar sem eru þar hefur hann Hilmar Friðjónsson tekið í gegnum tíðina og eins líka fleiri hér innan hús í skólanum. Það verður sett upp sýning inn í M01, það er stór salur hérna fyrir aftan mig sem Arna Valls hefur sett upp sýningu og það er líka sýning uppi á Listamannsbrautinni. Og þið verður bara óhrædd að spyrja okkur til vegar ef þið tekjum húsið. Það get ekki sagt eftir götunúmerum hvert þið að fara hérna því sem komi hérna eiginlega bara til þess að kjósa. En til þess að byrja með þá ætlum við að fá hana Hafdísi Ingu Kristjánsdóttur sem er fyrrverandi nemandi hérna hjá okkur. Hún útskrifaðist fyrir rúmlega ári síðan og meðal annars tók þátt í söngkeppni framhaldsskólanna fyrir hönd VFMA. Söng ásatíðum og hérna útskrift og var í stjórn Þórtunum. Og hún meðal annars ásamt fleirum síðastliðið vor var tekið lag sem heitir VFMA-lagið heitir Akureyri og þar var hún að syngja ásamt Jóa G. og Sprite Zero Clan og var frumsett á ásatíð nemenda fyrir núna í vor. En Hafdís, gjörðu svo vel. Hún ætlar að kynna sjálf hvað þú ætlar að syngja fyrir okkur og síðan eftir það förum við í nokkur ávörp gesta. Takk. Takk fyrir þetta. Eins og að segja, þá heiti ég Hafdís og ég ætla að fá að taka 2 lög fyrir ykkur í dag. Ég ætla að byrja á At Last með Etta James. Gjörðu svo vel.
Takk fyrir þetta Hafdís og það er svona reyfjast líka oft upp þegar maður sér nemendur svona á sviðinu að syngja að það er mikill fjársjóður í nemendahópnum okkar og við getum státað af því að nánast okkur í einustu útskrift eru einn eða tveir eða eitthvað fleiri sem koma fram til þess að syngja. Mikið og öflugt starf í gegnum tíðina í tengt tónlist. En við ætlum að fá hérna nokkra góða gesti til þess að stíga á sviðið og flytja smá ávarp til afmælisbarnsins og fyrsta ætlaði bjóða hingað upp hana Ásthildi Sturludóttur sem bæjarstjórinn á Akureyri. Gjörðu svo vel Ásthildur. Skólameistari, góðir gestir, til hamingju með daginn. Mér langaði nú til þess að byrja á því að þakka henni Hafdísi fyrir fallegan söng. Það er svo sannarlega fjársjóður, eins og Sigríður sagði áðan, að eiga svona glæsilega nemendur eins og þú ert. Og þó þú sést útskrifuð þá erum við heppin að hafa þig. Takk fyrir fallegan söng. Til hamingju með daginn, Verkmenntaskólinn á Akureyri. Núna á 3. áratug 21. aldar er okkur kannski betur ljóst en nokkru sinni fyrr að mennt er sannarlega máttur. Og í þeim anda má vitna til orða listaskáldsins góða, Jónasar Hallgrímssonar, sem orti forðum daga: vísindin efla alla dáð, orkuna styrkja, viljan hvessa, vonina glæða, hugan hressa, farsældum vefja, líð og láð. Því vissulega eru stunduð hér innan veggja þessa skóla mikil og góð vísindi, sem efla andan, mátt, hugar og handa, hvessa viljan og virkja fólk til faglegrar og verklegrar uppbyggingar á öllum sviðum íslensk mannlífs, þannig að vefja megi farsæld, líð og láð. Verklegt nám hefur því miður átt nokkuð undir högg að sækja á síðustu árum. Langa hríð var eins og allir vildu nema félagsvísindi, bókmenntir, viðskipti eða lögfræði og fátt fólk nam iðn og verkgreinar. Og hvað hríð svo ramt að þessu að í óefni stefndi. Til allrar hamingju hefur orðið nokkuð hraustlegur viðsnúningur á þessu hinn síðari ár. Og skyldi engan undra, því fólk með verklega menntun hefur yfirleitt nóg að gera, að minnstakosti hefur ekki verið hlaupið að því að fá iðnaðarmenn til starfa, að minnstakosti heim hjá mér. Fólk sem útskrifast frá FMA hefur nánast undantekningarlaust nóg að gera og þarf ekki að kvíða framtíðinni á vinnumarkaði, enda eru núna sem næst 1000 nemendur að hefja nám við Verkmenntaskólann og þar af 250 nýnemar og hafa þeir aldrei verið fleiri. Að sjálfsögðu eru allar starfsstéttir samfélagsins nauðsynlegar og aukin eftirspurn eftir fagfólki á einu sviði kallar á meira framboð af góðri menntun á sama sviði. Allt leitar þetta að jafnvægis og við erum hér samankomin í dag til að fagna 40 ára blómlegu starfi Verkmenntaskólans á Akureyri sem hefur svarað eftirspurn eftir dugmiklu og velmenntuðu fólki ekki bara í verklegum greinum af stakri prýði og sóma íbúum Akureyrar og Eyjafjarðar sem á Íslendingum öllum til blessunar og mikilla heilla. Og vegur og virðing Verkmenntaskólans á Akureyri vex með hverju árinu sem líður. Nú hillir loks undir stækkun húsnæðisins með nýrri viðbyggingu fyrir verknámsaðstöðu sem verður allt að 1500 fermetrar. Sveitarfélögin við Eyjafjörð standa myndarlega af þessu verkefni og kosta 40% kostnaðar við bygginguna og þar af greiðir Akureyrarbær 30%. En ríkissjóður fagnar 60% af fjármögnunum, framkvæmdunum. Þannig stöndum við saman
af því að byggja upp fullkomna aðstöðu til náms í iðn- og starfsgreinum. Í nýrri byggingu verður stunduð kennsla í húsasmíði og bifvélavirkjun, en leið batnar til mikilla muna aðstaða til kennslu í meðal annars rafiðnaðargreinum, háreiðum og matvælagreinum. Þessi stækkun húsnæðis VFMA og bætt aðstaða til náms hluti af átaki stjórnvalda sem hefur það að markmiði að fjölga nemendum í iðn- og starfsnámi. Eftirspurnin beinlínis kallar á slíka forgangsröðun og áherslur. Góðir gestir, starfsfólk og stjórnendur Verkmenntaskólans á Akureyri getur horft stolt öxl á þessum tímamótum. Hér hefur sannarlega gott verk verið unnið í heila 4 áratugi og við óskum ykkur innilega til hamingju með það. Það skylda okkar sem eldri erum og höfum ráðist til stjórnunar og trúnaðarstarfa í þjóðfélaginu að tryggja unga fólkinu fyrsta flokks trausta og góða menntun á öllum sviðum. Iðn- og verkgreinar þarf að hefja til öndvegis með því að skapa fyrirmyndar aðstöðu til mennta komandi kynslóðar svo það geti rutt þúfum úr vegi og breytt vöku í starf, svo veitna sér til orða Einars Benediktssonar. Reistu í verki, viljans merki, vilji allt sem þarf. Trúðu á sjálfsþíns hönd, en undur í eigi, upp með plógin, hér þúfa í vegi. Bóka draumum, bögu glaumum, breytt í vök og starf. Innilega til hamingju með daginn öllsömmul. Takk. Takk fyrir þessu góðu orð til skólans, Ásthildur, og það líka hægt að minnast á það að í dag líka afmælisdagur Akureyrarbæjar og við óskum náttúrulega okkur sjálfum og öllum Akureyringum til hamingju með þann dag líka. Ragnhildur Bolladóttir, sem teymisstjóri í mennta- og barnamálaráðuneyti, hún ætlar að koma næst hér upp og flytja erindi frá ráðuneytinu. Ragnhildur, gjörðu svo vel. Að byrja á að lækka svona. Gestir, ég vil fyrir hönd mennta- og barnamálaráðherra óska nemendum, starfsfólki og verunnum skólans til hamingju með afmælið og þennan merkis áfanga. Ásmundur komst því miður ekki sjálfur til að samfagna með ykkur eins og hann hefði svo gjarnan vilja gera, en ég svo heppin að fá að koma hingað í góða veðrið eins og alltaf Akureyri að fá að samfagna með ykkur og bara mjög hamingjusöm með það. En allt fertugum fært, segir máltækið, og það á svo sannarlega við Verkmenntaskólann á Akureyri. 40 ár sjálfu sér ekki mjög langur tími og sérstaklega ekki í samhengi skólastarfs. En á þeim tíma hefur skólinn verið hornsteinn í héraði og sett mark sitt á skólaumræðu og þróun skólastarfs á landsvísu. Skólinn hefur verið frumkvöðull á ýmsum sviðum og má þar nefna fjarnám, en VFMA var fyrsti skólinn á framhaldsskólastigi sem bauð upp á fjarnám. Á sínum tíma var ekki óblandin ánægja með þetta tiltæki og frumkvæði starfsfólks VFMA innan menntamálaráðuneytisins, en það var fjarnám mikið nýlunda og íhaldssemin stundum full mikil innan stjórnsýslunnar, þó að það fari nú sífellt batnandi alveg að mér að segja. En upp af fjarkennslu við VFMA gott dæmi farsæla skólaþróun og hverju skólafólk getur áorkað ef við gefum því bara svigrúm til þess. En í viðtali við frumkvælana þá Hauk og Adam kennarar við VFMA kom einmitt fram að ráðuneytið hafði haft ýmislegt við þetta athuga á sínum tíma og það hefði tekið langan tíma að fá starfsmenn ráðuneytisins til að skilja eðli fjarkennslu. Það skondið að hugsa til þess í dag af því ég held að enginn geti hugsað sér skólastarf í dag án fjarnáms sem hefur aukið svo ummunar möguleika nemenda allt land. Skólinn hefur einnig átt ýmsa leiðtoga á öðrum sviðum og margir hafa gert sig gildandi í blómlegri umræðu skólastarf. Bæði með fræðastörfum og þáttökum en einnig mikla forystu á sviði kjara og stéttarfélagsbaráttu kennara.
Skólinn hefur því verið heppinn með forystufólk, starfsfólk og hefur starfsmannaveltan alla tíð verið mjög lítil. Á þeim tíma þegar skólinn var stofnaður var orðin brýn þörf á að fjölga námsleiðum og námstækifærum fyrir fólk á Akureyri og í nærsveitum. Fyrstu árin var kennt víða bæinn skólinn fékk umráð húsnæði, sérstaklega sniðum að störfum skólans. Fyrsta skólaári voru nemendur við skólanum 700, en í dag, 40 árum seinna, eru nemendur einmitt rúmlega 1000 og eins og bæjarstjórinn minntist á þarna áðan, þá hafa aldrei fleiri nemar hafið nám við skólan en akkúrat þessa önn. Og húsnæði skólans löngu sprungið, enda stendur til að reisa veglega byggingu við skólan. Og þann 17. maí síðastliðinn var undirritaður samningur þess efnis. En áformað að reisa 1500 fermetra byggingu á norðurplani skólans og verkefni nú komið í fjármálaráðuneytið og við væntum þess að framhaldi verður unnið bara hratt og örugglega. Einn af stærstu kostum skólans hversu fjölbreytt námsframboð bæði bóklegt en ekki síður starfsnám. En VFMA stærsti starfsnámsskólinn utan höfuðborgarsvæðisins og mjög mikilvægur hlekkur í að halda út í fjölbreyttu starfsnámi á landsvísu. Og það gaman að segja frá því að sumar inngreinir eru til dæmis bara kenndar í VFMA utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að námsframboðsskólans hefur líka tekið miklum breytingum í takt við tímann og þróast í takt við þarfir nemenda og samfélagsins hverju sinni. Og framsækinn og sterkur skóli eins og framfram aðri og nemendur víða að og til marks það má nefna að 130 nemendur búa nú á heimavist í skóla. En nemendahópur skólans afar fjölbreyttur og aðdánavert hversu vel skólinn heldur utan þann fjölbreytta hóp. Til marks það má nefna að starfsbraut skólans fyrir nemendur með miklar sérþarfir mjög stóra hefur stækkað undanfarin ár. En einkunnir á skólans sem eru fagmennska, fjölbreytni og menntasýn eiga mjög vel við skólan og lýsa honum vel. Ég vil fyrir hönd mennta- og barnamálaráðherra óskum til hamingju með daginn með óskum áframhaldandi gott samstarf við bæði ráðherra og starfsfólk ráðuneytisins. Enn aftur til hamingju. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ragnhildur, og við sendum kæra kveðju til ráðherra og bíðum spennt eftir nýjum og tímalínu það breytingar sem eiga að verða hér í húsnæði skólans. Eitt sem hefur langið að koma fram að á þessari önn eru 175 nemendur VFMA á heimavistinni og heimavistinni stútfull og það mjög ánægilegt að vita til þess að margt af ungu fólki vill koma og vera í skólanum hérna á Akureyri og gott að geta það boðið upp á heimavist. En þá hér komið að honum Guðjóni Reyni Haukssyni sem formaður félags framhaldsskólakennara og hann líka fyrrverandi nemandi í VFMA og útskrifaðist hérna á síðustu öld eins og nokkur hérna inni líka útskrifaðist árið 1991. En gjör svo vel, Guðjón. Takk fyrir það. Já, það heiður að fá að standa hér á þessum tímamótum og ég óska VFMA-ingum nær og fjær og fyrrverandi og núverandi og væntanlegum til hamingju með þennan dag. Og það gaman að standa hér einmitt í þessu tvöfalda hlutverki. Hér byrjaði ég 1987 líklegast, ég held að það sé rétt reiknað hjá mér og ég held ég hafi verið busaður af fyrsta formlega árgangi skólans. Og það leit ekki allt út hér eins og nú. Við vorum busuð dregin hérna í gegnum grunna, blauta og hérna í myrkra hólur. Hér var engin gryfja, reyndar en hún var bara úti og húsgrunnur. Íþróttir voru kenndar hérna í kjallaranum og við flökkuðum milli húsa. Indriði kenndi stærðfræði í íþróttahúsinu. Við vorum í gamla tækniskólanum sem nú Berjaya Hotel að læra vélritun. Og
Og svo vorum við þetta hérna út allt og flökkuðum milli húsa á blautum inniskóm og hér átti ég dásamlega tíma og mjög stoltur af þessum tíma og ánægður með hann. Það búið að vera mjög ánægjulegt að rifja upp þennan tíma og það svo gaman líka að hér fullt af kennurum sem kenndi. Það finnst mér nefnilega svo magnað og ég satt út í bíl hérna áðan og skrifaði upp þá sem að ég mundi svona í fljótheitum og ég verð að nefna þessi nokkur nöfn og örugglega gleymi ég einhverjum en þarna voru Kalli Brós náttúrulega svona góðsögn á þessum tíma, stærðfræðikennarinn Harði með reglustikkuna á lofti, frábær kennari og Albert Sölvi hér sem að stóð aldrei upp úr stólnum og teiknaði, hann krótaði aftur fyrir sig á töfluna þegar hann myndi leggja áherslu á Adolf Hitler og krótaði á töfluna og við vissum það nákvæmlega að þessi klessa á töfluna var Adolf Hitler. Garðar Lár kenndi okkur hér líffræði, Anna María Stænke sem sittur við hliðina með henni salnum kenndi mér ensku, Bensi Barða kenndi við bæði hagfræði og líffræði, Benny Braga, íslensku, æðislegir tímar, Nanna dönskukennari, Þórhildur í íslenskunni, Óttar Einars í dönskuna, Indriði sem ég nefndi áðan, Kristján í jarðfræðinni, Erna Gunnars viðskipta enskuna, Hermann Tómasson kenndi mér sálfræði í öldungadeild loka áfanga af því ég hafði skrópað mig út úr íþróttum fyrstu 2 árin og þurfti að taka þetta upp í lokin. Ég satt með þessi landfræði hjá Benna Haralds og þurfti að taka 2 próf sama daginn út á þessu skrópi í íþróttunum. Adam Óskars, fyrirmynd mín hér í mörgu, bæði í tölvukerfi og svo stærðfræðikerfi líka, sparkaði hér duglega í mig einu sinni þegar ég var við það að skrópa mig út úr tímum hjá honum. Og svo margt fleira. Baldvin Bjarnar kenndi mér náttúrulega þarna stærðfræði líka. Svo vil ég líka minnast á Unu hér í afgreiðslunni sem var nú kona Þóris Haraldssonar sem kenndi svo með mér í MA. Eina konu þarf ég svo líka nefna sem Ragnhildur Bolla var nú eins og minnast svona á þess að nefna hana Aðalheiði Steingríms. Hún kenndi mér nú ekki en mikið hef ég lært af henni. Og þegar ég sem formaður í félagi framhaldsskólakennara að grafa í gömlum gögnum, þar er nafn Aðalheiðar á öllum plöggum meira og minna. Og svo hér maður sem maður ætlar að tala á eftir sem heitir Hálfdán Örnólfsson, hann á nöfn sín á mjög mörgu og af því að Ragnhildur nefndi fjarkennsluna, þar er margur gullmorinn nefndur sem það þarf að taka fram og vinna. Þannig að og ég búinn að gleyma fullt af fólki og ég biðið ykkur innilega afsaka en mikið var þetta gaman. Ég eignaðist mína bestu vini marga hér og meira sé ég andlit sem voru með mér í bekk á þessum tíma. Kona mín var í bekk með mér, reyndar ekki þá, hún var ekki orðin kona mín þá en stúlka satt með mér síðustu 2 árin og var síðan kona mín og það enn. Og þannig að hér gerðist allt. Ég kom hér 1,51 á hæð inn í skólann og varð svo kannski 1,75 eða svo og mér reiknast til að þetta sé 16% virðisauki sem ég hafi fengið þarna hér í skóla. Hér kom ég sem lítill barn og gekk út nokkuð fullorðinn maður tilbúinn til þess að fara út til Þýskalands í nám. Af því að hér hjálpaði mér Friðrik Þorvaldsson sem ég var ekki búinn að nefna og Gulla Hermanns, þýskukennara og betri kennara bara finnast ekki hér, held ég. Þeir voru frábær, stórkostlegir og Gulla kenndi mér náttúrulega líka fleira, ekki bara þýsku heldur söguna og var mjög, lá ekkert á pólitískum skoðunum sínum sem var frábært. En sem sagt, og ég svona reyna að draga þetta upp að hér í þessu samhengi, nemandinn og þessi mannauður, svo ég noti ný frjálst orð, en að þetta svo mikilvægt tímabil
að nemendur hér eigi svona tíma og stað með kennurum og öflugu fólki á öllum stöðum, valið fólk í hverju rými, hversu mikilvægur þessi mannauður og hversu vel við þurfum að halda utan það. Við eigum nefnilega í bara dálitlum vanda í menntakerfinu vegna þess að okkur helst ekki nógu vel á þessu frábæra fólki og mikilvæga. Og við verðum að hugsa þetta og það er ekki nóg að hafa átök til þess að fá fólk inn, heldur þarf megin átökið að vera á að halda því. Og þannig að allir þrífist, hafi sitt að segja, eigi sitt hlutverk og finni alltaf stöðuga merkingu í sínu starfi. Þannig að ég hafði kannski viljað nefna einhverjar tölur en fylgist þið aðeins með af því að við hjá Kennarasambandinu erum að reyna að vekja athygli þessu fólks á því núna hversu mikið okkur vantar fólk inn í kennarastéttina og hversu mikilvægt það að fjárfesta í kennurum. Og þannig að fylgist þið aðeins með því og bara rétt svona í lokin þá vil ég bara segja að mér þykir það sem gömlum nemanda hér sem að fékk þessa kennslu, þessara fyrirmynda minna á lífsleiðinni sem að urðu þess valdandi eða valdandi þeirra sem að því að þakka. Ég fór svo í kennslu sjálfur að það er mikill heiður að fá að vinna með ykkur, fyrir ykkur og það finnst mér bara ganga vel og ég heldur því áfram. Takk kærlega fyrir mig og til hamingju með þessa frábæra hátíð. Takk fyrir þetta, Guðjón. Ég legg nú til að við bara hér og nú klöppum hressilega fyrir núverandi, fyrrverandi kennurum og starfsfólki Verkmenntaskólans á Akureyri. Og það er dásamlegt að sjá ykkur sem komið hérna en hafa látið á störfum og ég vil sérstaklega taka fram að mér mikill heiður að Bernhard Haraldsson og kona hans komi hér til að vera fagnar okkur í dag. En ég vil að við klöppum fyrir kennurum. En það er nú með hæfi líka að horfa til framtíðar, þá var sér gaman að huga að fortíðinni og grunninum og líka gaman að hlusta á Guðjón hérna áðan því að hann var að lýsa svolítið mínum árum hérna líka að kennarar sem að maður svo þurfti að taka í starfsmannasamtal sem að voru einhvern tíma kennarar maður, það var mjög skrítið tilfinning, fyrsta starfsmannaviðtalið að væri það. En þetta er dásamlegt að hafa fengið þetta uppeldi sem að við höfum mörg hér inni fengið sem nemendur. En það er framtíðin og það er fulltrúi nemenda sem ætlar að koma hérna og flytja smá ávart. Það er Jasmín Arnarsdóttir, hún er kynningarstjóri í nemendafélaginu Fortunu. Jasmín, gjörðu svo vel. Já, eins og Sirrý sagði, þá heiti ég Jasmín og er kynningarstjóri Fortunu sem er nemendafélag Verkmenntaskólans á Akureyri. Ég er frá Búðardal og er á heimavistinni. Ég er á sjúkraliðabraut og stefni á að klára það með stúdent. Það er sannur heiður að fá að flytja þetta ávarp á þessari afmælishátíð VFM fyrir hönd Fortunu og nemenda. Ég er mjög stoltur VFM-æðingur vegna þess að mér finnst þetta svo geggjaður hópur af fólki. Meðal annars vegna þess að VFM er skóli fyrir öll. Þar sem að langflestir geta fundið eitthvað sem þeim líkar við og geta fengið þá aðstoð sem að þeir þurfa innan skólans. Og það er snillt að þú þarft ekki að leita svo langt til þess að geta fengið þá aðstoð sem þið vantar. Ég fór í nemendafélagið af því ég þekkti fólk úr fyrri stjórnum sem að töluðu mjög vel um þetta starf og þá reynslu sem þeir fengu út í. Það sem ég fæ út úr þessu er meðal annars lífsreynsla. Það er gríðarleg reynsla á félagsstörfum, þroski í samskiptum og fullt af nýjum og geggjuðum vinum.
og miklu stærra tengslanet. Við í Þórðinu reynum að gera okkar besta í að viðhalda og skapa gott félagslíf í og utan skóla. Við höldum böll og alls konar viðburði sem við hvetjum öll að mæta á. Ég hef heyrt oft að nemendur velja VFMA vegna félagslífsins í skólanum sem að við í Þórðinu elskum að heyra. Það er mikilvægt að nemendur taki þátt í félagslífinu vegna þess að ef þið taki ekki þátt þá er svo erfitt að halda upp þessu frábæra félagslífi sem við erum með. Til dæmis vegna styttingu framhaldsskólanna. Framhaldsskólagangan eru bestu ár lífstíns og það er búið að taka 1 ár af því, þannig að við þurfum að gera sem mest úr því sem við höfum. Þórðina er mikilvægur partur af skólagöngunni til þess að skapa eftirminnilega framhaldsskólagöngu. Í framhaldsskóla eignumst við vini sem geta varið lífstíð og það eru fleiri möguleikar á því ef við tökum þátt í félagslífinu. Ég segi bara takk fyrir mig og takk fyrir komuna og til hamingju með afmælið, VFMA og Akureyri. Takk fyrir þetta, Jasmín, og það er búin að standa sig rosalega vel nemendafélagið okkar eins og þau gera alltaf að núna í upphafi annar þá eru að taka á móti nýnemum og fara í nýnemaferðir og nemendafélagið sér algjörlega alla dagskrá í tengslum við nýnemaferðirnar og í kringum nýnemahátíð sem verður haldin í næstu viku, þannig að það er búið að vera brjálað að gera hjá þeim og bara til hamingju með frábær störf. Næstur á mælendaskrá er starfsmaður skólans, einn af þeim sem einn af tveimur sem eru eftir hérna í skólanum frá upphafi hans. Það er hann Hálfdán Örnólfsson sem er búinn að vera kennari hér í 40 ár. Hann er líka fyrrverandi aðstoðarskólameistari og hann ætlar að flytja ávarp fyrir hönd starfsfólk. Gjörðu svo vel, Hálfdán. Skólameistari, góði gestir, nú eru 40 ár liðin frá því að Verkmenntaskólinn á Akureyri hóf starfsemi sína. Ég man eftir fyrsta kennarafundinu, reyndar dálítið óljóst, en sá fundur var haldinn á þar sem að nú er barinn á Hótel Berðsjæja, og ég ber þetta rétt fram. En það var þá salur Iðnskólans á Akureyri. Af þeim sem sátu þennan merka fund eru 2 eftir sem eru enn starfandi við skólann. Það eru Erna Gunnars og ég. Ég veit að hún er sammála mér að þessi samkoma hafi verið sannkallað happy hour. Flegið sem Bernhard Haraldsson, fyrsti skólameistari Verkmenntaskólans, ýtt úr vör 1. september 1984, hefur sýnt kosti sína og sannað gildi sitt svo munar. Hinn nýji skóli var ofinn úr nokkrum þáttum sem höfðu hver sig þjónað mikilvægum hlutverkum í skólasamfélaginu á Akureyri, en urðu nú að einni öflugri heild. Stofnun Verkmenntaskólans var rétt ákvörðun og góð ákvörðun. Það ágæta fólk sem þar réði för á skilið heiður og þögn. Á þeim tíma þegar skólinn var stofnaður var einungis lítill hluti starfseminnar kominn hingað á Eyrarnesholtið. Að öðru leyti var hér berangur og helst að svæðið nýttist sem bithagi fyrir hross. Nú standa hér mikil mannvirki og að mörgu leyti glæsileg. Það er þó ekki húsakosturinn sem að gefur Verkmenntaskólanum á Akureyri þá stöðu og það nafn sem hann hefur getið sér, heldur miklu fremur hið öfluga starf sem hefur verið haldið uppi öll þessi ár.
Margir sem að nú starfa við skólan hafa starfað hér í áratugi. Skólinn er einn af stærstu framhaldsskólum landsins og án nokkurs vafa einn sá fjölbreyttasti hvað varðar námsframboð. Skólinn hefur aflað sér virðingar og hlotið viðurkenningar fyrir frumkvöðulsstarf á fjölmörgum sviðum. Þar má sem bara eitt dæmi af mörgum nefna fjarkennslu í gegnum tölvu. Verkmenntaskólinn hóf slíka starfsemi árið 1994 og var þar á meðal fyrstu framhaldsskóla í heimi, ef ekki sá fyrsti. Verkmenntaskólinn er nú kominn nokkuð á legg og hefur til þessa þjónað vel sínu hlutverki sem einn af öflugustu framhaldsskólum landsins. Vonandi munu allir sem að málum hans koma í framtíðinni skilja mikilvægi hans og leggja sitt af mörkum til þess að hann megi eflast enn frekar og sinna vel sínu hlutverki ókomin ár. Húrra fyrir afmælisbarninu VFM. Takk fyrir þetta, Hálfdán. Það er einn hér hérna með okkur sem hefur óskað eftir að taka til máls. Það er Jóhann Sigurðsson sem er formaður félags málmiðnamanna á Akureyri. Og meðan hann er að koma hér upp í pontu þá átti ég að bera líka kveðju frá Rafmennt og Iðn og bókaútgáfu. En gjörðu svo vel, Jóhann. Skólastjóri, bæjarstjóri og aðrir góðir gestir. Ég stend hérna ansi mörgum árum eftir ég útskrifaðist og það var afskaplega gaman að hlusta á ræðu Guðjóns áðan. Og ég ætla bara að taka það á mig þá sök að það var einn af þeim sem busaði mig. Ég útskrifaðist 1987, einn af fyrstu nemyndum þessari nýbyggingu sem var hér við greinanda fóli. Ég byrjaði á að læra hér í gamla biðskólanum og það var afskaplega farsælt og ég held að það hafi ekki verið á óathuguðu máli að þessi skóli hafi eigið sama afmælisdag og Akureyrar. Þetta eru tvö farsælafmælisbörn á landsbyggðinni sem að við getum verið stolt af. Akureyri er leiðandi í iðngreinum og hefur verið iðnaðarbær svo lengi allt frá því að ég fæddist og lengur en elstu menn munum. Þegar að bærinn var hér stofnaður inn í gamla innbæ, þá var hér eldsnið. Þannig að við munum aldrei eftir sögunni, eftir því sem ég grafi fyrir annað en að hér hafi verið iðnaðarmaður að störfum í þessum bæ. Enda er það svo að iðnaðarstörf eru eina mikilvægustu greinum í samfélaginu. Ekkert samfélag getur í raun verið án iðnaðar. Auðvitað er það svo með margar greinar, aðrar og en hér stend ég sem bifvélavirki og verður iðnaðarmaður sjálfur og er stoltur af því og hjarta mitt svolítið tók kipp þegar ég sá gamla skólastjóra minn koma hérna inn. Annaðhvort var ég svona erfiður nemandi eða hann er með stálminni því að hann þekkti mig strax og þegar ég útskrifaðist þá var ég nú ekki hárlaus Varðandi Ásthildi bæjarstjóri, ég ætla að ráðleggja þér í gólfi. Það er vöntun á iðnaðinum og við höfum kvartað undan því og við höfum barist fyrir því að auka við kennslu, að berjast fyrir þessum skóla að hann stækki og stækki í þörfin á iðnaðarmönnum er gríðarleg. Frá því ég lærði, þá hefur alltaf verið vöntun á iðnaðarmönnum. Þessi skóli hefur sýnt ágæti sitt
og þeir kennara sem Guðjón þurfti hér upp áðan. Enginn þeirra held ég starfandi ennþá hér frá því að ég útskrifaðist, en þeir eru hérna samt í salnum okkur og hérna tveir í það minnsta. Þessi kennarar sem við fáum, og það er einmitt mikilvægi þess, eins og þú komst inn á, að fá kennara til starfa. Það er mikilvægt og við þurfum einhvern veginn að leysa það, og nú ég að tala við ráðuneytið svolítið, að þeir sem iðnmenntaðir eru með meistararéttindi, það þarf að gera auðveldara að taka, við megum kenna það úti en við getum ekki farið beint upp í skóla að kenna. Það þarf einhvern veginn að finna þarna gott flæði á milli og ég kem þessari hugmynd svolítið inn til því. Iðnaður og þessi skóli, hann er miklu meira heldur en við gerum okkur grein fyrir. Ég tók saman og ég hef Baldur Ringsteð, við vorum einhvern veginn að ræða þetta, þá er nýsköpun og lítil fyrirtæki nýsköpunar í gegnum tíðina hafa verið stofnaðar af iðnmenntuðum einstaklingum hér á Akureyri. Þannig að þessi stofnun er ein af, ég segi, mikilvægustu stofnunum sem við í rauninni eigum. Ástæðan fyrir ég nefndi við að byrja í golfinu af því að iðnaðarmenn eru hérna mikið í golfi. Það er eini staðurinn sem mæta ekki seint á. Það er á degi. Því annars missar af og hún getur ekki farið í golf. Þannig þú skráir þig bara með þeim það og þá rendar þessu. Ég er stoltur af þessu skóla. Ég er afskaplega þakklátur fyrir veru mína hér. En ég get sagt að ég fór aldrei í leikfimi hérna. Strákarnir og sveitinni voru yfirleitt miklu sterkbyggðar og vaxnari heldur en maður sjálfur. Ég var að æfa körfubolta og ég sá það að það væri betra að vera að komast, ef maður ætlaði ekki að slasa sig og reyna að vera í íþróttagreininni sinni. En ég sagði bara við íþróttakennara, ég mæti ekki tímaðir, ég æfi íþróttir og ég gefi 10. Og hérna, ef þú miðar út frá árangurinn og gefur á leikinn. Þannig að svona frá 8 til 10. Og ég þurfti aldrei að mæti tíma. Og hérna, þetta var svona, eins og hann lýsti Guðjón, þetta voru ekki beysnar aðstæður í byrjun. En þessi skóli hefur vaxið og dafnað og við málmennamenn frá forreinara mínum, við erum 83 ára gamalt félag, við höfum staðið þétt við baki á þessum skólan, að ekki Bernhard sjálfur, hann og Hákon forverinn minn sem er með mér hér í húsinu, þeir stóðu saman í gegnum tíðina að greinum okkar og svo framvegis við keyptum húsnæði til þess að byggja deildin upp og halda náminu hér. Síðan breytist það aftur með restandi fjárhag og öðru, en nú erum við að fara að sjá og ég vil fylgja því eftir að þetta húsnæði rísi og ég vil fá 4 til 6 metra fyrir bifreiðavirkjadeildinni viðbót svo því sé komið til skila. Það getur að vera frekar en það. En ég óska afmælisbarninu og okkur öllum til hamingju með þennan dásamlega skólann, með hann lengi lifa og takk fyrir mig. Það er eitt sem ég glemdi svona, Sigríður. Við málmennamenn við keyptum engin blóm í tilefni afmælisins, en það er þannig mál með vexti, það er einn deildin hérna inni sem að við erum í samskiptum við og við ættum að kaupa tæki og gefa deildinni tæki og það er alveg verður vel vegleg gjöf. Ég ætla bara að láta það duga og ég er í samskiptum við fyrirtæki líka til þess að bæta við inn í og iðnfélögin munu koma líka að þessu með okkur. Þannig að samfélagið okkar á góða að segja. Takk. Takk fyrir þetta Jóhann og það er alveg rétt að sem kom í máli hans að félag málmennama Akureyri hefur alltaf tíð stutt vel við skólan og nemendur og það er vel. Og það er ekki bara félag málmennama, það eru önnur fagfélög hérna á svæðinu og fyrirtæki sem að sýna skólanum ávallt mikil hlýðingu. En ég held að allir séu búin að horfa hérna og hugsa þessar kökur sem er hérna. Í lokin þá ætlum Hafdís að koma aftur og syngja eitt lag fyrir okkur og síðan bara förum við að fá okkur köku og löpum hér skólan og spjöllum saman og eigum góða stund. Ég vil taka það fram að á morgun
milli klukkan 4 og 6 verður móttaka hérna fyrir núverandi og fyrirverandi starfsmenn skólans. Þannig að það verður gaman að hittast þá aftur á morgun. Ég vil svo bara í lokin þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það er mikill heiður að sjá það hversu margir hafa séð fært að koma og vera með okkur og sólinn sé úti. Að þá er það bara alveg dásamlegt. Ég er stolt yfir því að bæði verið hér nemandi og starfsmaður í gegnum tíðina og bara óska þessum skóla ávallt til besta inn í framtíðina. Ég vil biðja nemendur sem eru hérna inni og hlusta á formann félag framhaldsskólakennara og formann félags norðmennamanna á Akureyri að taka ekki mark á þessu mæti ekki tíma. Það var svona alveg að svitna svolítið þegar tímabilið bara. Þannig að við viljum að sjálfsögðu að nemendur mæti í tíma. En allavega eins og Guðjón, hann þurfti nú eitthvað svona aðeins að hafa fyrir einhvað síður. En kæra þakki fyrir komuna og bara takk fyrir daginn og áfram vaffimara. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að fá að taka seinna lagið mitt. Það var á dagskrá að taka eitthvað á íslensku, það er skemmtilegra, en það sem að meðleikarinn minn datt út, þá þarf ég að vera með undirspil og það er meira að segja það að finna íslensku á netinu, þannig að ég fór það næst besta, þetta er á ensku en eftir íslending, þannig að þetta er Beautiful Stranger með Laufey. Gjörðu svo vel. Sitting right there, looked up at me and my dark curly hair, looked back for a second, didn't want to be rude. I tend to fall in love on the tube. Beautiful stranger sitting right there, reading the newspaper, stuck to his chair. I swore that he smiled and I felt my heart drop. Heard the doors open, came to my stop. What if I hadn't left the train at Ladbroke Grove? Would I know his name? Maybe we would have exchanged a few words. A fairy tale moment could have occurred, but my beautiful stranger will have to remain a stranger until I see him again. See him again. Beautiful stranger catching my stare. It's fate we collided right then. Back then, I wonder if he felt the same thing too. Innocent crush on